Það má segja að ákveðin kaflaskil séu að verða í verkalýðshreyfingunni. Sólveig Anna Jónsdóttir var í gær kjörin formaður Eflingar eftir harða kosningabaráttu gegn framboði sitjandi stjórnar og fyrir ári síðan var Ragnar Þór Ingólfsson kjörin formaður VFR. Bæði hafa þau verið gagnrýnin á forystu verkalýðshreyfingarinnar. Og staðan á vinnumarkaði hefur verið svona frekar viðkvæm að undanförnu og fyrir aðeins viku kom til álita að segja upp samningum. En það fór nú ekki svo. En það er alveg ljóst að nýju öfl innan verkalýðshreyfingarinnar eru ósátt við niðurstöðuna og vígbúast fyrir átökum næstu áramót. Og hingað eru þau komin, Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og Ragnar Þór, formaður VFR. Verið þið velkomin. Takk fyrir. Og til hamingju Sólveig með kjörið. Kærar þakkir. Þú hefur sagt í viðtölum og núna í frétt inni áðan í sjónvarpsfréttunum að þið ætlið ekki að sætta ykkur við neitt smotteri þegar kemur að gerð kjarasamninga. Hvað þýðir það? Það þýðir einfaldlega það að fólki í láglaunastörfum, verkafólki, hefur verið gert að sætta sig við svo smánarlegar hækkanir að þær duga ekki til, sérstaklega eftir að húsnæðismarkaðurinn hér var bara einhvern veginn settur í hendurnar á auðstéttinni. Þá bara staðan einfaldlega orðin mjög slæm. Við í röðum okkar, verkafólks og láglaunafólks, fólk sem tekur, allar tekjur þeirra, bókstaflega allar tekjur fara bara í það að greiða húsaleigu, en það samt ekkert öryggi. Þú getur samt átt von á því að vera bara kastað út einhvern veginn í óöryggið. Konur sem ég vinn með, eins og ég hef nú reyndað að tala oft áður, eru í fleiri en einni, jafnvel fleiri en tveimur vinnum. Á þessum vinnustöðafundum sem við fórum á, spjölluðum við fólk, fullorðið fólk sem bara komið á gamalsaldur, getur ekki hægt að vinna, sökum bara fátæktar. Hugtakið working poor hefur verið notað mjög mikið í Bandaríkjunum. Ég veit ekki hvort að við erum búin að einu sinni þýða það, en það náttúrulega augljóst að hér bara stór fjöldi af fólki sem vinnur mikið, alla ævi, en lifir samt í fátækt. Það þetta sem við erum að tala þegar við segjum ekki ætla að sætta okkur við smotteri. Ætlum ekki lengur að sætta okkur við það að vera bara einhvern veginn kreist og kramin sem vinnuafl. Ragnar, nú hafa menn verið að reyna að vinna sig inn í þetta norræna vinnumarkaðsmódel, menn að kalla þetta SALEK-samkomulagið og verið að reyna að fóta sig þar. Ákvarða laun í takt við raunverulega getu efnahagskerfisins til þess að standa undir þeim. Norrænu löndin hafa verið með þetta kerfi. Hafið þið einhvern áhuga á því að vinna að þessu módeli áfram, svona með það hvernig þið tala? Já, ég hef sagt áður og segi það enn að við erum ekki að fara inn í neitt norrænt samningalíkan og það stendur ekki til og það mun ekki verða. Og kannski til þess að útskýra það kannski aðeins nánar að ef við ætlum að vera inn í einhverju norrænu módeli þá skulum við byrja að hafa okkur svolítið eins og norrænt módel í öðru sem við erum að gera. Hér erum við með vaxtastig sem náttúrulega alveg galið, verðtryggingu á neytendalánum. Við erum með húsnæðismarkaðinn, það sem stundaður algjör barbarismi og stríðsástand í rauninni. Við erum með grunnþjónustuna, heilbrigðiskerfið og menntakerfið, það að molna undan okkur og svo mætti lengi telja. Og ætla sér að taka síðan launaliðinn út fyrir sviga og fara að setja hann í eitthvað norrænt módel náttúrulega einfaldlega bara hlægilegt. Og það verður allavega ekki gert á minni vakt. Eruð þið búin að ákveða það að setja fram þannig kröfur að það verði ekki annað hægt en að fá, harða andstöðu og það fari í verkföll, ætlið í verkföll? Ég hef við vorum svona ásökuð í þessari kosningabaráttu sem nú var að vera svona miklir verkfallssinnar. Þegar við töluðum verkfall þá sögðum við einfaldlega að þetta bara eitt beittasta vopnið í svona vopnabúri verkafólks. Því hefur oft verið beitt á bara mjög markvissan og merkilegan hátt og það hafa náðst fram stórkostlegar kjarabætur. En auðvitað vill fólk ekki fara í verkfall. Fólk vill aftur á móti fá leiðréttingu sinna kjara og fólk vill eiga að kosta mannsæmandi lífi og á endanum ef að viðsemjendur verkafólks eru bara svo skiniskroppnir eða svo grimmir að þeir neita að setjast í samningaborðið og bara gefa ásættanlega tilbaka til okkar. Þá náttúrulega verðum við bara að leita allra leiða. Já, launafólk á fleiri fulltrúa en ykkur. Það sambandsþing hjá ASÍ í haust og
og þar verður kosið með embætti forseta og þú hefur nú verið mjög gagnrýninn á störf Gylfa Arnbjörnssonar forseta ASÍ og ef við bara skoðum aðeins þetta þing þá var einhver að reikna það hérna út að atkvæðavægi VR, Eflingar, Framsýnar og Verkalýðsfélags Akraness væri komið yfir 50%, þannig að þið hefðu þannig séð í kraftið ykkar félaga meiri hlut á þinginu. Ætlið að steypa forsetanum og breyta ASÍ? Það er alveg ljóst að við höfum verið að skoða einmitt út af ónægju með störf forsetans og líka það að við höfum ekki talið í VR okkar áherslum ekki nægilega vel sinnt og vilja okkar félagsmanna og okkar stefnu og þar alveg höfum verið að íhuga úrsögn úr Alþýðusambandinu og það er rauninni komið í ferli nú þegar en það er alveg ljóst mála að með þessum glæsilega sigri Sólveigar í Eflingu að þá munum við að ég mun allavega endurskoða afstöðu mína gagnvart veru okkar inn í ASÍ og það er náttúrulega með það að leiðarljósi að verða ákveðnar breytingar og það er ekkert launung mála að ef að staða Gylfa var veik fyrir að þá verður hún vart veikari heldur hún er í dag og þetta er náttúrulega ákall ákveðnar breytingar sem að og það verða að hafna náttúrulega áherslum verkalýðshreyfingarinnar hingað til með þessum afgerandi niðurstöðum sem við verðum að sjá bæði í kosningunni hjá mér og svo í Eflingu. Já, en við tökum aðeins bara samt ég meina það eru afgerandi kosning, þú færð 80% atkvæða, en það eru bara 2100 mann sem að kjósa þig, 500 kusu hitt frambóðið, en þetta er 27.000 manna hreyfing samt. Akkurat, þetta er risavaxin hreyfing. Á kjörskrá voru reyndar miklu færri. 16.700 eitthvað svoleiðis. En það sem að náttúrulega... En sko, ef ég tala bara umboðið, hafið þið hérna, og ég meina þetta er líka mjög lítil kjörsókn hjá ykkur, hafið þið umboð ykkar félagsmanna til þess að fara í þessar miklu hörku. Það sá sem að líka, hvaða umboð höfðu þeir sem að voru þá ríkjandi, sem að fengu 20% í Eflingunni? Hvað með þau sem ætlaðu að leiða okkur inn í norrænt samningamódel með þá þessi 30% rúmlega sem að voru í mínu tilfelli, 35-6%. Þannig að ég myndi freka setja spurningamerki við það. Við sjáum það núna eru kosningar í VR til stjórnar 7 stjórnarsæti og það eru 28 manns sem að gáfu kost á sér í þessi 7 sæti. Það er algjör sprengja og við höfum aldrei séð eins mikinn áhuga á trúnaðarstörfum fyrir félagið og það er náttúrulega bara frábært og ég held að það sé einmitt akkúrat málið það er að breytast svolítið tónninn. Já, en menn hafa líka heyrt í einmitt að því að tónninn er að breytast og hafa heyrt gagnrýni til dæmis á þig og þessa stefnu sem að þið hafi verið að fara í sett fram. Það var ungur maður sem að fer fyrir sprotafyrirtæki sem er með sérfræðinga sem starfsmenn meginþorri starfsmannar er sérfræðingar á einhverjum ágætis launum og hann segir eiga sérfræðingar einhverja samleið með VR? Eiga sérfræðingar samleið með stéttarfélögum yfir höfuð eða þeir sem eru á það góðum launum að þeir þurfi ekki að semja þau sjálfur í gegnum stéttarfélögin. Þetta er bara stór spurning og ég get alveg sagt það að ég er í þannig stöðu að ég hef alltaf samið mín kjör sjálfur. Ég hef ekki þurft stéttarfélag til þess að semja kjörin. Ég hef alltaf verið meðlimur í stéttarfélagi vegna þess að þó að mín staða sé góð og ég sé í góðri stöðu, þá er ekki það með sagt að börnum mín fái sömu tækifæri og ég þegar þau eldast. Þannig að vera okkar inn í stéttarfélagum er mjög mikilvæg fyrir heildina og að þétta öryggisnetið okkar og lyfta upp grunninum, það mun lyfta öllum öðrum upp og gera samfélagi betra. Það er lykillinn að stéttarbaráttunni. En ég skil hins vegar þessa gagnrýni. Við erum stórt félag, ég er með mjög stórt félag, það er mjög fjölbreytt. Við erum með afgreiðslufólk á kassa og við erum með hámenntaða sérfræðinga og mjög háum launum. Og við höfum skoðað það að deildaskipta félaginu, við höfum skoðað það og við erum að reyna að mæta þessu vandamáli hjá okkur, ég sé ekki vandamál, þessum áskorunum, með því til dæmis að hugsa um að deildaskipta, líka vera með kröfur sem snúa styttingu vinnuviku og reyna að byggja okkar kröfugerð nægilega fjölbreytt til þess að mæta ólíkum þörfum, ólíkur hópa. Já. Mér langar aðeins að spyrja þig svolítið út í kosningabaráttuna og það hvernig þú ætlar að verða sem formaður. Þú varst aldrei í vörn í þessari kosningabaráttu vegna þess að framboðið þitt kemur upp eftir að Gunnar Smári Egilsson formaður Sósíalistaflokksins hvatti fólk til þess að fara í framboð og þú ert í Sósíalistaflokknum líka. Ætlar þú að nota formannsembættið í Eflingu til þess að koma
stefnu sósíalistaflokksins á framfæri? Sko ég náttúrulega aðhyllist sósíalíska hugmyndafræði og þau sem að skoðuðu áherslurnar okkar og lásu stefnuskráin okkar og hafa bara lesið það sem ég hef skrifað, það bara hefur ekkert farið á milli mála. Ég hef reyndar aðeins verið í sósíalistaflokknum mjög stutt, þannig að þetta er mjög ungu flokkur. Þar á undan hef ég tekið þátt í alls konar aktivisma og alls konar pólitísku starfi. Ég náttúrulega mun bara fyrst og fremst halda áfram að svona fínpússa þessar áherslu sem við settum fram með auðvitað mjög róttækum og sterkum undirtóni vegna þess að það var bara það sem að höfðaði mig sterkt til fólks og ég viðurkenni það alveg að þegar við hófum þessa kosningabaráttu þá var ég fengur svona efins það hvernig ég ætlaði að orða þetta. Þú talar arðrán og auðvald og stéttabaráttuna og Ég lýsi bara ástandinu nákvæmlega eins og það og maður kallar bara hlutina réttum nöfnum. Þetta borð bara borð og arðránið bara arðrán. Þannig að þetta bullandi pólitík? Þetta er bullandi pólitík, en ég ætlaði bara að klára það sem ég var að byrja að segja, sem að var það, eins og ég segi, þá ég var pingur svona efins, þú veist, gengur þetta, má ég fara og segja þetta? Og svo þegar við hófum þessa vinnustæðafundi og ég kom inn og ég byrjaði að nota þessi orð og tala svona og fekk bara strax þessar miklu undirtektir. Þá bara áttaði ég mig á því að þetta mitt. Fólki sem að lifir í þessu ástandi, það veit auðvitað nákvæmlega hvað í gangi. Það veit alveg að það verið að arðræna það. Það veit alveg að það ekki að fá réttlátar tekjur fyrir allir þá miklu vinnu sem það innir að hendi. En það kannski ekki samt 27.000 sósíalistar í Eflingu? Nei. Algjörlega. Þú getur talað fyrir þá. En sósíalísk hugmyndafræði samt á endanum bara svona þar sem að raunverulega grundvöllurinn að verkalýðsbaráttu, sérstaklega verkalýðsbaráttu láglauna og verkafólks vegna þess að hvernig í óskopunum ætlar að há hana ef þú ætlar ekki að fyrst einmitt taka þetta orðræðu stríð. Nýfrjálshyggjan hefur náttúrulega verið svo sterk á Íslandi að einmitt þessi orðræða henni var bara sópað út í horn. Þannig að ekki aðeins erum við að fara í bara þessa svona raunverulegu baráttu bara hér í raunheimum, heldur þurfum við einmitt að há hana líka sem svona orðræðu baráttu. Að við notum bara þessi orð sem að lýsa best og réttast því sem á sér stað. Rétt aðeins í lokin því tíminn að klárast hjá okkur, þið eru búin að bóka fundinn, fyrsta fundinn núna, þið ætlaði að fara strax að vinna. Hvað fyrst? Það fundur klukkan 2 á föstudaginn með nýkjörnum formanni Eflingar og svo mér í VR og Vilhjálmi Birgissyni upp á Akranesi. Við ætlum bara að byrja að setjast niður strax og við ætlum að ræða saman hvernig við getum unnið saman, hvernig við getum fléttað okkar kröfum saman og snúið bökum saman og reynt að hrífa síðan aðra með okkur í alvöru stéttabaráttu. Það var gaman að fylgjast með þessu. Takk kærlega fyrir komuna hingað. Takk.